þegar ég byrja á 9, þá bý ég til svona eins konar lotukerfi, svona tilfinningana og þá efnana leið, að því að hvert efni hefur ákveðna tilfinningu og síðan byrja ég að svona velja ákveðin frumefni eða efni úr lotukerfinu og byrja á byrja svona hægt. Þannig að þarna var ég fyrir svona 2 árum, 2009, þá var ég byrjuð á verki sem ég kallaði Kúrkúma og það fjallaði sem sagt þetta var svona hvað maður segja, svona samskipti elementana og andans og efnisins og allt það og rýmisins, hvað verður til í hverju rými og þannig og líkaminn gagnvart ákveðnum hlutum og svona draumarnir gagnvart raunveruleikanum. Og þá komu til mín Halldór Guðmundsson, Max Hollein, forstöðumaður Sýrn-safnsins í Frankfurt og Matthías Wagner K, sem sýningarstjóri minn núna yfir þessa sýningu. Og þá komuðu til mín og spurðu mig hvort ég myndi vilja vera með í tilefni þess að Ísland verður bókmenntaþjóðin á stóru bókamessunni. Og ég sagði, já, ég væri alveg til í það, en mér leist mjög vel á hugmyndina. En þá sagði Max, já, handritin verða þarna. Og ég sagði, já, gömlu handritin, það er skemmtilegt. Og ég sagði, hvar ætlarðu að setja þessi handrit? Og hvar verða þau í safninu? Og þá sagði hann, já, þú eru að segja mér það. Af því að þú átt að sjá það. Þú átt að velja handritin? Já, þú átt að velja handritin og einhvern veginn að hafa þau inn í þinni sýningu og þá var þetta orðið svolítið flóknara og ég var eiginlega svolítið lengi að jafna mig eftir það og svona þurfti aðeins að hugsa málið en síðan svona vel hugsuðu máli og í samræði við Matthías og Halldór þá einhvern veginn var þetta bara mjög lógískt þá fannst mér eins og bara tengingarnar væru bara þegar til staðar og ég veit ekki hvort það vegna þess að því að sjokkið var svo mikið að maður aðlagaði sig að því strax en síðan var það svo myndi hann mig á það Matthías þegar hann var að lesa ljóðið þegar ég gerði þennan prósa fyrst þegar ég var að vinna Kúrkúma, þetta upphafsverk og þar voru nefnilega svo margar svona vísanir í þennan kannski Völuspá og svona drauma marga úr Íslendingasögunum. Þannig að ég einhvern veginn var síðan bara svona fegin og náttúrulega mjög heiðruð að fá að ráðskast með handritin og vera með þau af því að það er svona eitthvað ótrúlegt. Þetta er eins og að handleika múmíur úr British Museum. Þetta er okkar saga bara frá 12. og 13. Þetta er bara svona söguhylki og þetta er eiginlega svona sálnahulstur sem urðu til í ákveðnum rými, í ákveðnum tíma, í ákveðnum ramma. Ertu búin að velja þessi handrit sem þú ætlar að fara með? Já, ég er búin að velja þau núna. Hvað eru þau mörg? Þau eru 9 og eru svona ólík en samt tengjast og það var nefnilega fyndið vegna þess að ég valdi þau eiginlega svolítið eftir því hvernig þau litu út sem var svolítið fáránlegt náttúrulega fyrir fræðimennina vegna þess að þegar ég kom þá bara heillaðist ég að þeim eins og hylkjum þá eru þau eins og hulstur utanum einhverja ótrúlega atburði sem hafa gerst sem hafa verið skráðir af mönnum og frá manni til manns og síðan þegar við komumst að niðurstöðu og erum búin að velja þau þá einhvern veginn bara pössuðu þau eða þau voru tengdust þau svona innbyrðir mjög mikið þannig að það var mjög skemmtilegt að einhvern veginn að velja þau svona og síðan bara svona hvað segir maður svona andlega tengdust þau síðan. Hvað ertu stödd með þetta núna? Er þetta skissa hérna fyrir fram að þig? Já, þetta er svona uppkast. Já, ég noti þetta svolítið til þess að svona skoða stærðir á hlutum. Þetta er líkan sem að Matthías lét gera fyrir mig.
og þá svona, ég æfi mig bara stundum í að sjá þetta svona sirka, en þetta náttúrulega allt öðru sem það verður, þetta svona ekki alveg að marka. Þannig að... Er þetta langt komið? Er þetta komið á þann stað að nú vor og þetta verið tilbúið í haust, sem sagt allt þitt og svo þetta handritin hafa náttúrulega verið til í margar aldir? Já, ég minna, þú veist, þetta allt, á meðan ég sitt hér, þá bara ótrúlega frábært fólk að vinna hörðum höndum við gerð þessar hluta. Það alls konar. Það ég vinn mjög náið með Birgi Jóhannssoni arkitekt og Pétri Bjarnasyni skúlptúrista og Dísu Anderímann, hún nú kemur alltaf á hverjum morgun til mín og vinnur alveg við hliðina á mér, og Hrafnhildur Hólmgeis kemur líka inn. Og svo erum við með verksmiður út allt, Guðmundur Bergmann nú yfir svona verktaki fyrir ferðahofið, og síðan blikksmiðja að vinna fyrir mig líka, og svo var ég að koma frá Tékklandi þar sem var verið að blása fyrir mig gler, og svo eru svona milljón hlutir út allt að verða til, þannig að ég hugsa að verða tilbúið, Það dálítið skemmtilegt, Gabriela, þú talar svolítið handritin eins og þau séu bara lifandi persónur eða fólk eða verur eða lifandi sögur. Já, Þetta eru náttúrulega lifandi sögur. Já, ég líka að vera að viðurkenna það að þrátt fyrir allt, alla merkinguna, að þetta náttúrulega alveg lifandi, bara kraumandi líf inn í þessum bókum, sem ekki bara inn í þessum hulstrum, heldur þau inn í svo fjölda mörgum sálum út allt, þannig að þetta eins og kannski svona varpi, eða það verpist frá þessu einhvers konar geisla sem að eiga sér staði í mörgum hjörtum og mörgum sálum og mörgum tíma og endalausum bara draumum og veruleika. Þannig að þetta eru náttúrulega bara, hvað myndum maður að segja, þetta eiginlega eins og kannski þetta eins og einhverju askar, þetta eru þessir fornu askar sem að tæmdu sig innan, og þetta eru mónolithar eða uppsafnaðar upplýsingar sem að halda áfram einhvern veginn að verða einhvern veginn meiri og einhvern veginn virkari sögur, því fleiri sem fá að kynnast þeim, og náttúrulega núna þegar þetta verður þýtt og fleiri sálir fá að soga þetta að sér, því einhvern veginn meira lifandi verður sjálft handritið. Þá verður það bara alveg titrandi og svo kannski springur það þegar það þýðir þetta allt tungumál. Ég veit það ekki, en það allavega mjög það mjög lifandi. Ég var alveg þetta var mjög sérstakt þegar ég trúði ég alltaf að ég fengi að snerta einhvern veginn þessi handrit, en ég hélt á þeim og ég var alveg bara, það var bara gerðist eitthvað mjög, það fór bara eitthvað á stað, eitthvað chi inn í mér, eitthvað orka, og ég lifði á því marga daga eftir. Þannig að þau eru lifandi. Það algjörlega víst.